Við erum með málþing geðsviðs, vormálþingið okkar árlega, 10. árið í röð og þemadagsins fjölskyldan, fjölskyldumeðferð, hvernig við getum bætt þjónustunni við fjölskyldur og við erum með erlendan fyrirlesara, sérfræðingur á Bretlandi sem heitir Sol Becker og erindin hans fjalla aðalega börn sem umönnunaraðila og hann að halda því fram að á Íslandi séu milli 5 og 10.000 börn sem eru að annast nána ættingja sína. Allt frá því að vera tilfinningalegu stuðningur við foreldra sína. Þetta eru börn sem að búa á heimilum sem eru fatlaðir einstaklingar eða náin aðstandi með langvinnan sjúkdóm, bæði geta þetta verið líkamlega sjúkdómar og andlegir og börnin geta verið allt, bæði með tilfinningalega stuðning, félagslegan, hjálpa til við lyfjagjafir, passa upp á það og yfir í að annast aðföng, fara í búð, passa upp á sér til matur á heimilinu, hjálpa fólki að borða, passa upp á mamma eða pabbi borði, hjálpa við böðun, klósettferðir og svo framvegis. Eins og hann að lýsa þessu, þá eru börnin raunverulega búin að taka að sér hlutverk fullorðins aðila. Þá hann að tala börn undir 18 ára. Það þarf að finna þessu börn. Hann að mæla með því að það verði sendar út bara kannanir. Það eru til mælitæki sem að hjálpa okkur að finna þessi börn. Þannig að til dæmis var hægt að leggja þau fyrir skólanum. Bretarnir byrjuðu á því að senda kannanir heim til fólks og þá það náttúrulega höfuð fjölskyldurnar sem fylgdi út þannig að þau gögn voru náttúrulega ansi lituð en hann mælir með því að tala bara beint við börnin sjálf og það séu öruggustu upplýsingarnar.